það engin velferð ef það ekki sterkt atvinnulíf. Atvinnulífið risastór lykill að góðu velferðarkerfi. Við höfum líka átt okkur á því að velferðin lykill að góðu atvinnulífi. Við þurfum að hafa góða leikskóla og grunnskóla og háskóla og allt það til þess að fáum rétta starfsfólk inn í atvinnulífið. Þannig að þetta helst algjörlega í hendur. Ég get alveg tekið undir það að mér hefur fundist áherslur fyrrverandi meirihluta ekki vera svona hliðholt atvinnulífinu. Mér hefur ekki fundist að vera með það á oddinum. Það verður í oddinum á mér. Ég vil að atvinnulífið blómstri í Reykjavík og ég veit ekki betur, ég nefndi tölurnar áðan, að fyrirtæki vilji verið Reykjavík. Pétur, hvað segirðu? Mjög gott. Það ekki? Lífa fara vel með. Það heldur gott, ég mæti hérna og þú byrjar að segja, ég verð erfiður við þig. Já, sjálfsögðu. Ég út af því að mér... Þú samt svo næs gaur, sko. Já, sömuleiðis. Já, þú getur mátt að vera með erfiðar spurningar, sko. Þú ekkert erfiður við mig. Nei, ég reynir nú svona í flestum tilfellum að vera næs, sko. Ég ég var sko síðast. Þá var ég með borgarstjórnarkosningarnar og þá var þetta svona að miklu meira staðlað og mér fannst þetta leiðilega sem ég hef gert. Það voru margir sem sögðu við mig að þeir hefðu ákveðið hvernig þeir myndu kjósa út af podcastunum mínum. Okay. En ég vildi vera... Finnst þér ykkur breyting bara, þetta meira svona hugmyndafræðilegt núna heldur en maður þá? Sveitarstjórnarkosningar náttúrulega bara, það erfiðar að ná athygli. Þú voru alveg tekið því sjálf. Já, ég skil það. Nei, mér finnst pólitík, ég hef verið að kalla eftir því að pólitík sé meira filosófísk og hugmyndafræðileg. Skilur hvað ég meina? Það hefur alltaf verið bara að tala eitthvað svona, eigum við að gera þetta eða bara eitthvað svona einstaka málefni og sveitarstjórnarkosningar svo áhugaverðar því leyti að þetta snertir fólk í daglegu lífi. Bara rusli tekið eða snjóri mokaður. Skilur við, þannig að fólk bara, ef þú situr í trafík, þá ertu bara helvítis ráðhúsið. Skilur við? En svo við verðum að tala bara bókun 35, það nennir enginn að setja sig inn í það. Nei. Eða fáir, eða sjávarútvegsmál, það eru bara hagsmunaðir sem setja sig inn í það. Það líka bara svona skrítið dagskrávaldi í stjórnmálum almennt, myndi ég segja. Og það eins og þú segir að þá þetta bara svona, grunnstóðirnar sem að fólk ætti að vera að pæla mest í. Já. En svo aftur á móti þá eru við bara, stjórnmálamenn að vera að tala Gaza eða bókun 35. Já. Og ég alltaf bara svona, þetta eins og Jón Gunnar sagði þetta senast bara, í síðustu forsetakosningum og hann spurði bara stanslaust, bara hvað ætlar þú að gera í Gaza? Já, skrítið. Hvað finnst þér að við ættum að gera? Fá forseti Íslands að gera í Gaza? Já, og maður, við mistum til hausinn þar, sko. Þetta ekki samt, ekki bara kynnast frambjóðandunum, bara hvað ertu í þessu máli og þessu máli? Það er paraði við einhvern svona. Já, bara maður að para sig við sjálfan sig, er ég sammála þarna? Og á þeim tíma var þetta svo hávært að ef þú varst með eitthvað skoðun í þessu máli og ég var sammálaðir, þá ertu líklegri. Ef ég var ekki sammálaðir þessu, þá erum við líklega mjög ólíkir. Ég veit það ekki. Jú, ég held að það sé rétt, sko. En talandi að þú myndir vilja að þetta vera meira hugmyndafræðilegt. Sko, þú ert alltaf búin að vera að segja að þú sett svo mikill jafnaðarmaður. Og ég eitthvað svona, ég held ekki. Ég held þú sért ekkert jafnaðarmaður. Og það því að, sko, ef ég hefði spurt bestu vinniðina, bara ef þú ættir að lýsa Pétri, segjum fyrir 18 mánuðum síðan. Já. Ég hef spurt bestu vinniðina. Já. Heldur að þeir myndu bara segja jafnaðarmaður, bara ekki spurning. Í alvörunni, sko, ég efast að myndi segja jafnaðarmaður, þeir væri að lýsa mér, en þeir myndi lýsa mér örugglega með lýsingarorðum sem eru jafnaðarmegin. Ég hugsa það. En hefurðu kallað það áður þangað til að byrja í stjórnmálum? Já, sko, ég náttúrulega í stóru vinahópi og flestir eru hægri menn þar og það hafa alveg verið átök, sko. Og það þú ert svo vinstri með? Ekki vinstri, sko, ég hef ekki sjálfur skilgreint með mjög mikið vinstra menn. Ég er meira á svona liberal, konservativ ástnum og ef jafnaðarmaður er vinstri þá bara ég alveg til ég að skrifa undir það, fullkomlega. En mér finnst, sko, sérstaklega í sveitarstjórnarmálum, bara við erum samfélag, við erum að búa saman hérna, við erum 140.000 manns í Reykjavík, á höfuðborgarsvæðinu 250.000 manns. Ég held að við viljum passa upp á hvort annað. Ég held að við viljum vera góð við nágranna okkar og jafnaðarmennskan er bara ef einhver á erfitt með að fá húsnæði eða dettur út úr kerfinu og það er náttúrulega heimilisleysi, það er fátækt, það eru einstæðir foreldrar sem bara eiga erfitt og þá vil við sem samfélag
hjálpumst að. Það grunnurinn að jafnaðarmennsku. Já, og við kynum það að þú hefur þurft að branda þig sem jafnaðarmann út af þessu. Ég hefur þurft að branda mig hvað sem ég er nýr í pólitík. Þú veist, ég bara gamall fótboltamaður og rekstramaður í borginni. Það var engin eftirspurn að heyra hvar ég var í pólitík. Nei. En þegar ég fyrir að stað, þú veist, þá kom aldrei annan til greina heldur en að koma inn í jafnaðarmannaflokk. Þú veist, það kom ekkert annan til greina. Nei, þú er ekkert að fara í miðflokkin eitthvað. Nei, sko, eins og staðin er núna, þá, þú veist, ég þekki alveg fólk í miðflokknum og bara, þú veist, ég kann vel við fólk í öllum flokkum. En hugmyndafræðilega og svona skoðanlega, málefnalega, þá ég lengst frá miðflokknum. Já, nær vinsturinn, nær sósíalistum. Já, sko, mér finnst hún mjög spennandi stelpa, Silja Sóley. Hún er öflug og cool, hefur komið með þetta app daginn. Það er svona eitthvað konkrét skemmtilegt, sko. Sko, það smá munur. Mér finnst Reykjavík og Ísland stórkostlegt land og mér finnst Reykjavík frábær borg og ég búið mjög víða. Og núna, sko, eftir prófkjöri, ég búin að fara mjög mikið hverfin og hitta íþróttafélög og skólana og einhver samtök hér og þar. Og við búum svo vel að hvert einasta hverfi með sundlaug, bókasafn og íþróttafélögin eru mjög mörg og mjög mismunandi. Það sko, ég held við finnum ekki, að þú getur nefnt mér höfuðborg sem með betri íþróttaaðstöðu í heiminum, þá skaldu láta mig vita, og ég veit ekki hana. Ég hef búið í Boston og Stockholm og Oslo og víðar, Englandi. Við búum þannig að við, sko, á flestum stöðum höfum við aðgangað náttúru. Í flestum hverfum íþróttafélag með fótbolta, körfubolta, handbolta, sund, grafavoru með golf og íshokkí og listanskauta og þetta ótrúlega aðstæða sem við höfum í Reykjavík. Veist, flestir krakkar geta sótt skóla eða frístund eða tómstundir mjög nálægt heimilisinu. Þetta líka einstakt. Við gleymum þau stundum, ég skil alveg að við eigum alveg að djöflast áfram og það eitthvað að leikskólunum og það eitthvað að vanta húsnæði eða eitthvað, auðvitað eigum að djöflast og ef við erum í umferð þá erum við óanægð. Ég skil alveg að við séum að tala um þessa hluti, við erum ekki alltaf einhvern veginn að klappa okkur á baki og bara oh my god, við búum svo vel. En ég held við vitum það samt öll að lífsgæði í Reykjavík eitthvað mestu í heiminum. Talandi það, þá Brynjar Karl sem þú fórst meðal annars heimsótti. Já. Hann djöfull pirraður út í ykkur og hann sagði hérna bara please ekki kjósa Samfylkinguna. Já. Út af því að hún hefur verið eina fyrirstaðan fyrir því að við mótum þessa paradís sem þú eru að tala um ennþá betur. Já. Og mér finnst hann hafa sitthvað til síns máls þegar hann segir einmitt bara heyrðu, við erum hérna í Austurbergi, við erum búin að vera að reyna að koma til móts þessar stelpur, við erum í algjörum svona inngildingar hlutverki að taka inn stelpur á erlendum uppruna, við erum líka upp í Austurbergi með hnefalegana, við erum svona nýlega komnið þangað en ég menna aftur á móti þá hefur verið mjög mikið af fólki á erlendum uppruna og sérstaklega ungi strákar sem við höfum verið að þjálfa. Hvernig svarar þessari gagnrýni? Hann segir bara, og hann ógeðslega pirraður út í ykkur. Já, ég veit það, þú veist, það náttúrulega, ég hef verið að reyna að hlera innan úr kerfinu og innan úr Samfylkingunni, þú veist, bara hvernig þetta hefur verið. Og eitt má nú segja, sko, þau eru þarna upp frá, þú veist, ég held sér búin að vera 4 ár í Breiðholtinu, þú veist, þetta alveg nýr klúbbur og komið með bara heilt hús fyrir körfuboltann, en hann vill meira og þetta einhvern veginn í kerfinu og mér finnst þetta pirrandi sjálfum. Ég fór á æfingu hjá Brynjar daginn. Ég þekki hann, sko, við erum jafn gamlir og úr Breiðholtunum báðir. Við hefum ekki verið einhverjir vinir en sko, við hefum alltaf vitað hverju öðrum og þekkjum staðins. Og fylgdist með æfingu þar sem hann var að þjálfa á öðrum helmingnum og svo var einhver kona að þjálfa hinn helmingin. Þetta voru 10 og 11 ára stelpur. Og mér fannst þetta stórkostlegt að fylgjast með þessu. Og ég hugsaði að kannski gera með eitthvað smá sjó og ég var á staðnum. Hann alltaf svona. Já, skilst mér, sko. Já, ég held það, sko. Svo fekk ég að tala við stelpurnar eftir á. Og það eru massa ánægðir og þarna eru stelpur sem eru ekki með íslensku sem móðumál, nokkrar sko nýaðfluttar, bara nýkomna til landsins. Breiðholti ég var spurður einhver skoðanakönnun daginn ef ég, þú veist, væri með 100 milljónir bara fyrstu vikuna sem borgarstjóri, hvað myndur ég gera? Ég færi með ávísun í Breiðholti. Við
eru með sko fellaskóla, það sem er sko börn, 80% barna eru með annað móðumál heldur en íslensku. Hólabrekkuskóla sem er minn gamli skóli, þetta er geggja hverfi sko, þetta er ógeðslega gott hverfi, en það eru frábært tækifæri, en það eru áskoranir. Og ég held að Brynjar sé að meðal annars að taka á þessum áskorunum, en þarna held ég að hann sé að gera mjög gott mót með þessar stelpur, það er að fjölga stelpum í körfubolta og það er ekkert annað, það er fótbolti og það eru mest strákarnir í fótbolta og leikni, en síðan er bara að fara allavega niður í IR og það er bara mjög langt, þannig að hann er að gera gott mót í Breiðholtinu og ég mun halda samtali við hann, ég fíla það sem er að gerast þarna. Hlaðvarpið er í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13, en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Hlaðvarpið er í samstarfi við Happy Hydrate, en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú er komið nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1pæling til þess að fá 25% afslátt þegar þú skráir þig í áskrift og frían brúsa með. Svo er 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð, en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfaldlega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is skráið ykkur í áskrift. En nú eru hnefalega líka, það sem við erum. Eru þið í Breiðholtinu? Já, við vorum að komast þangað, en núna í World Class, þá erum við með World Class á sundleifinu? Já, ok. Já. Ég vildi sko að við fluttum fyrst í Kringluna og svo náttúrulega eru reytir að fara að byggja upp íbúðhúsna þar, þannig að við fluttum okkur yfir í Breiðholti. Ég er reyndar upphaflega vildi alltaf fara í Breiðholti út af því að ég vil svolítið vera Þú eru glaður að heyra þetta, Tóti. Jú, það þarf að grípa þessu börn. Ég held að við séum með eitthvað 5 ára klukka núna. Þetta gerst svo hratt. Við erum eitthvað 5 ára klukka núna að taka utan þessu krakka og þú veist... Stjórnmálamenn er ekki að fara að gera það. Það er pínuð það sem maður hefur verið vandi með samfélkinguna. Nei, Rólu, við erum með plan þetta. Sko, mér finnst þetta svo ógeðslega mikilvægt. Ég var að nefna bara hversu margir krakkar eru með annað móðumál í fellaskóla og hólabrekkuskóla. Og þarna eru sko, það eru flestar íbúðir, svona félagsíbúðir í öllum hverfum er í Breiðholtinu. Þannig að þarna safna saman í frábæru hverfi, ótrúlega vel skipulögðu hverfi. Það er hérna á milli fellaskóla og hólabrekkuskóla, það er bara eins og Central Park, það er engi bílar, þetta er bara geggjað sko. En það þarf að grípa utan þessa krakka núna og ég held við höfum 5 ár til þess að þau upplifi sig sem hluta samfélaginu og íþróttir, hvað sem það eru hnefaleikar eða dans eða fimmleikar eða hvað sem það er eða fótbolti, það hefur sýnt sig að hefur bestu áhrifin til þess að inngildast inn í samfélag ef þú ert bara hluta af ykkur. Þannig að þetta er algjört forgangsatriði. En þú veist hvernig, út af því að ég held að eina ágreiningur okkar í þessu er bara hvert hlutverk ykkar er. Ykkar hlutverk er að vera ekki fyrir og vera að reyna að hliðra til, þannig að það gerið okkar starfið auðveldara. Og það er að stjórnmálamenn vilja svo oft vera að klippa borða og segja ég er góð manneskja út af því að ég gerði þetta. Ég skil hvað meinar. Sko það er meira, það eru ákvarðanir að leiknir þeir eru með 1 starfsmann. Þeir eru ekki einu sinni með íþróttafulltrúa. Hvernig ætla þessi eini starfsmaður ná til fólksins? Skólarnir þurfa aukna mönnun bara fagfólk á gólfi til þess að leiðbeina þessum krökkum. Það eru stjórnmálin sem taka ákvörðun þetta. Síðan ég bara bullandi trú á mönnum eins og þér og Brynjari og fólki sem tekur sjálft initiatífið, en við verum að búa til grunninn að það séu fjármagn í Breiðholtinu. Í dag
þarf meira fjármagn í Breiðholti heldur Vesturbæinn. Það bara klárt. Meina, þú veist, mér finnst persónulega, kannski smá bæjast út að ég er Breiðholtingur, að mér finnst Breiðholtið hafa gleymst aðeins. Það fullt í gangi samt, sko, en mér finnst aðeins hafa gleymst. Og mér finnst það kristallast svolítið í græna gímaldunni, ég veit ekki hvort við nennum að tala mikið það, þú veist, það bara einhver royal mistök, bara einhver svona stjórnsýsluleg bara katastróf, að það hefði ekki risið í Laugardalnum eða Vesturbænum eða Miðbænum. Alveg svo kom ekki hælislendu í Vesturbæn út af því að það eru örfáir og þegar þeir koma þá grendakynning og allt fyrir í háaloft eins og þú veist að gerist í Jóðellhúsinu. Við vitum alveg að við Vesturbæingarnir við álítum okkur sem betra fólk og þetta bara nimbismi. Víst. Við álítum okkur sem fólk sem bara yfir þetta hafið. Við viljum tala það að þessi vandamál þetta pínuð stemming. Ég get ekki tala fyrir alla Vesturbæin. Ég get það. Þú getur ekki heldur, sko. Ég held að viðhorf til fólks að erlendu bergi brotið sé nú bara víðast hvar frekar jákvætt. En leiðu þau safna svona mörg saman á einum stað, þá geta risið vandamál. Og við höfum bara, við séð þetta út allt. Ég bara, var svo lengi í Stokkólmi, maður sér útkverfin, eða í Malmö, bara Rosengård í Malmö. Það sem bara afskipt hverfi. Hvað gerist þegar hverfið afskipt og það ekki lögregla, það er engar miðstöðvar þar og það byrjar að verða fátækt, skólarnir versna, kennara vilja síður vera þarna, við megum bara ekki láta einhver hverfi í Reykjavík drabbast niður. Ég held við séum að meðaltali gestrissi fólk. Ég held að í alvörunni, og þetta hljóma kannski rosalega pólitískt, ég held við séum jafnaðmenn í borginni, og í öllum sveitafélögum. Við viljum hafa jafnt samfélag, við vitum að það best fyrir okkur öll. Hvað sem þú ert, á hvað klassa þú ert í samfélaginu, það best að við séum ekki með fólk sem mikið fyrir utan samfélagið. Það býr til vandamál. En finnst þið samt ekki, sko, þú sé klippuna Stefáninari þegar hann segir að prófum að setja 400 hælisleitendur hliðan á Kaffi Vest, það myndi aldrei fljúga. Við erum með þetta mál í Grensás, þar sem að fólk sem glímir við eiturlega vanda að næra sig og það fer allt í háaloft. Ef þetta í Úlfarsárdal eða í einhverjum öðrum stöðum þar sem bara fólk hefur ekki mikið pólitískt kapital, þá vitum við alveg að það verður frekar þar og það fer ekki mikið í fréttina. Þú ert pínu sammála mér. Nei, sko, þú ert að búa til assumptions annað, sko. Þetta alveg úr lausu lofti gripið? Þetta að segja að pólitískt kapital í íslensku samfélagi hafi ekki áhrif á það hvernig umhverfi viðkomandi svona stéttar hafi á Íslandi? Sko, flest þessi úrræði hinga til, hvort sem þau eru smáhýsin fyrir heimilislausa eða, gistiskýlin. Þetta oftast í Miðbæ eða Laugardal. Þú ert að Granda? Já, út að Granda, sem ég veist reyndar ekki voðalega svona visslegt eins og það var, sko. En það eru úrræði sem hafa heppnast mjög vel, þessi smáhýsi. Í flestum borgum þetta tildulega í miðjunni. Ég var að vinna á svona heimili sem svona samhjálpar matarstofu í Stokkhólmi og það í kirkju inn í miðborginni, reyndar inn á Södermalm og þetta svona nokkrar miðborgir og það bara, við hliðina á skóli og það sko veitingastaðir og fullt af fólki sem býr. Það bara orðið vant þessu. Ég skil mjög vel og ég meins að þekki eitt sem með starfsemi rétt hjá á Grensásveginum og hefur miklar áhugjur, búin að byggja upp business í 17 ár og hefur bara gríðarlega áhugjur að hann bara fara á hausinn eða þetta hafa slæm áhrif á reksturinn. Þetta skilja þetta, en þetta eru fordómar. Það sko, allt það. Eina sem ég myndi kannski setja út á, Reykjavíkborg náttúrulega bara að gefa leyfi fyrir að þarna má vera matarstarfsemi. Það sem Reykjavík, það þeirra aðkoma málinu. En mér finnst að vera, allt á einum stað, fólk kemur þarna á bílum eða skuttla þarna og þetta rosalega margir matarskammtar á dag. Þar sem ég var að vinna í Stokkhólmi, þá var þetta miklu færri og í styttri tíma. Ég myndi kannski vilja skoða það betur.
En ég skil alveg hvað þú meina, þú veist, fólk alltaf hrætt við eitthvað nýtt. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á Poulsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á Poulsen.is og lætur klára málið í dag. Hlaðvarpið eins og þið vitið í samstarfi við harðfisksverslun Hrafnadals. Nú ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Þannig að ef að þú segir svo að þetta yrði sett beint fyrir framann, ég meina það það sem að pósthúsþjónusta var áður, bara beint fyrir framann Kaffi Vest. Já. Þú ert náttúrulega rekstramaður þar. Myndir þú ekki hafa neitt það að segja ef að þessi þjónusta skildi vera í því húsnæði og heldur að myndi ekki hafa nein áhrif á þinn rekstur? Sko það eru sambýli fyrir geðsjúka í... En ég að tala bara þessi þjónusta sem núna í Grensás, Samhjálp, myndi vera færð í gamla pósthúsið. Myndi það ekki hafa nein áhrif á þinn rekstur og þú myndir ekki hafa neitt það að segja? Ég veit það, ég held ég hefði ekkert það að segja. Þú veist, sumt þarf að grendarkynna. Ef það væri þarna leyfi til þess að vera með veitingastað í húsinu að móti, sem háskóli rekur núna, og það ætti að fara að koma með heimilislausa eða einhverja hópa í samfélaginu, ég vona svo sannarlega að ég væri mjög ákvæður fyrir því. Ég vil trúa að ég sé mjög ákveður í því og ég hef smá reynslu og ég hef unnið á stað í Stokkólmi þar sem voru veitingarekstur allstaðir í kring og þetta var bara integrað í samfélagið. Þú veist, það ekki vera svo mikil vandamál í kringum þetta. En það þarf náttúrulega að passa upp á það. Það kannski þarf að vera eitthvað vörður eitthvað til að byrja með, sko. Já, nei, ég meina, þú veist, þetta þekkist alveg líka að það Já, þetta ótrúlega flókin mál. Já, og ég meina, innbrot aukast í nágrenni við svona úrræði og það bara, þú veist, það þekkist. Og það þeir sem að töluðum til þess á Hringbraut, innbrot jökust þegar það voru sett slík úrræði á Stokk. Og eins og segir, bara þetta flókin umræða. En sko, svo við bara klárum algjörlega þessu umræðu. Út af því að þú sagðir að ég var með einhver svona assumptions. Menna, þú veist samt alveg vel og ég að pólitískt kapital og menningarlegt kapital hefur áhrif á pólitískar ákvarðanir stjórnvalda. Ertu ekki sammála því? Jú, en sko, þú veist, ég held að fólk fari í stjórnmál með einhverja hugmyndafræði, þú veist, hvort sem þú ert í miðflokknum eða sjálfstæðisflokknum eða vinstrinni eða samfylkingunni, þú veist, við förum inn með einhverja hugmyndafræði, þú veist, hvernig samfélag við viljum sjá, við erum einhverja sýn á hvernig við viljum að borgin þróist, þú veist, að við séum úr miðbænum eða vesturbænum eða Laugardalnum eða eitthvað, gæti alveg haft áhrif. Ég hef stundum samt hugsað það, sko, ef maður kemst til valda í borginni og þarf að taka ákvarðanir út af allt þetta eitthvað svona prioritering. Þú ert með eitthvað fjármagn og það þarf að setja benn í íþróttafélög eða setja þau í skólan eða eitthvað og við erum mörg hverfi. Þá hefur stundum hugsað ég var með sko alveg upp í fram í gamla daga og þegar maður var að spila yngreflokkaleiki og við vorum með heimadómara, það er Gylfi Orra var að dæma leiki okkur. Það voru alltaf vestu leikirnir, hann dæmdi alltaf, hann vildi ekki vera heimadómari og stundum ef ég hugsa svona Vesturbæinn, eins og KR, aðstæðinu KR var langt á eftir öllum öðrum íþróttaaðstöðum í Reykjavík og svo skoða maður hverji voru í ráðhúsinu, það voru sko örugglega helmingur af þessu fólki var með búsetu í Vesturbænum, alveg frá því sko Davíð Oddsson var og Ingibjörg Sólrún og Dagur var í miðbænum, þú veist, þetta og margir sko, Kjartan Magnússon og svona bara káeringar Katrín náttúrulega og Gísli Marteinn, þetta voru allt vesturbæðingar ég sá ekki að það verið eitthvað að hygla vesturbænum. Nei, bara allt og lítið í rauninni.
Þessin er heimadómara syndrómið, Já, það getur verið. Þú vilt ekki láta að fá stimpilin bara, hann er úr Vesturbænum og gera allt fyrir Vesturbæn. Nei. En hugmyndafræðin á bara að ráða för. Það aðeins öðruvís heldur en þessi úrræði. En hérna færum okkur frá því. Okay. Hérna, nú ert þú orðin oddviti Samfylkingarinnar. Senast þegar við tölum saman, þá var það tvísýnt. Finnst ég hafa breyst? Nei, ég var líka bara þér að segja, mér veist þú algjör toppmaður. En hérna, Samfylkingin ákvað að hafa frekar frægan karl, frekar heldur en konu með reynslu. Já. Áherslu breytingar, og það ég fekk eina spurningu, ég fekk eina fullta spurningum, ég mun ekki komast yfir allar. En það var einn sem spurði, sko, hver heldur að munurinn verðir svona, aðdraganda kosninga á því svona, þú veist, ef við hugsum svona veruleikana sem Heiða er oddviti, veruleikana sem þú ert oddviti, þannig að hún búin að vera borgarstjóri lengi, hvernig verða svona áherslunar mismunandi? Sko, þú veist, þetta er náttúrulega bara, þú veist, ómöguleg spurning að svara, en með nýju fólki verða nýjar áherslur, ný orka, bæði sko inn í flokknum, þú veist, við erum náttúrulega bara, þú veist, við fórum í risastórt prófkjör, fjöldi fólks tók þátt. Lýðræðisveisla. Sagði ég það síðast? Nei, ég er alltaf að stríða sjálfnum með því að segja að þeir fóru ekki prófkjör. Nei mitt, já. Mér finnst þau ekki gera lítið úr því samt, sko. Ég gera það bara. Þetta er fyndið, þetta er samt, sko, bara fólk fara að velja sér hverju þau vilja hafa á listanum sínum. Og við veljum 6 manns á listan og svo er uppstillingarnefnd sem tekur restina og ég er mjög glaður að Regína er í 7. sæti sem er svona pínu baráttusæti hjá okkur. Hún er svo mikill reynslubolti og ég halla mig mikið upp að henni. En með nýju fólki þá kemur ný orka og ég held að ég er bara annað náungi heldur en Heiða. Ég held að ég vinni inn í flokkinn dálítið öðruvísi, inn á listan öðruvísi heldur hún hefði gert. Hún er búin að vera lengi í þessu, ég kem með alveg fersk augu, ég meina, eins og eitthvað sem hefur gerst með Brynjar áður með Aþenu upp í Breiðholti, ég kem alveg með ferska sýn á það. Þú veist, ég held að séu kostir og gallar náttúrulega að koma nýra að þessu, en það er sko, hver breytinga þau eru, við myndum bara setja hérna, Gísli Marteinn myndi sjá þetta podcast þitt í næstu 2 vikurnar. Heldur að munurinn sé svo mikill? Heldur að verði mikill munur. Eða Stefán Einar, eða myndi sjá þetta podcast, eða bara hver sem er. Það er allavega minni munur ef að Stefán Einar myndi reka þetta frekar heldur en ég held að ég sé nær hugmyndafræðilega Stefán Einar heldur en... Já, en þú er spyrill samt, sko, þú ert bara að koma að staði hver ég er. Það væri heilmikill munur, hver sem myndi setast í þinn stól. Og þannig er það líka. Þú veist, hver sem sest í stól hvaða flokk sem er. Við sáum þetta með Kristrúnu þegar hún tekur við sem formaður flokksins. Bara ásýndin og orka, það breyttist allt. Þá er Logi, sko, hafði verið formaður, hann tekur númer 2 og er algjör wingman í því. Og veist, hún bara tala á öðrum nótum, þú veist, hún var með alltaf aðra orku, þetta er ekki sammálaðið? Jú, en var eitthvað kergja, sko, því að ég skal hrósa ykkur fyrir það, að þið erum að gera þetta frekar snirtilega með það að allavega út á við virðist ekki verið mikið kergja innan flokksins. En maður tók samt eftir því að það voru ákveðnir aðalega sem að fóru út úr herbygginu þegar þú varst kosin inn og það var allavega hvað heitir hann á RÚV? Hann var í Silfurinn í gær, stóluðu mér hvað hann heitir. En allavega, hann sagði bara já, fólk að fara þegar þú varst kosin inn, en hefur verið svona mikill ágreiningur, út af því að Kristrún alltaf er búin að taka við flokkinn og restin eru aukaleikarar. En með þetta, er þetta bara svona nýjasti naglinn inn í líkistu gömlu Samfylkingarinnar? Er þið alveg búin að ná að brúa þetta bil? Nei, sko, mér finnst sko Samfylkingin vera í svona breytingarfasa og það er kannski með tilkomu Kristrúnar, þá er hún búin að tala mikið breiðfylkingu og svona sósíaldemokratísk gildi frá Skandinavíu og ég hugsa að ég fytti alveg inn í það. Ég upplifi engan ágreining neinstæðir í flokknum. Hann kom aðeins upp, hann að Guðmundur Ingi ákvaða, sko, út að hann fekk ekki 7. sæti hjá okkur á listanum, Guðmundur Ingi sem núna flokki fólksins, hann var reyna 9 þætti hjá mér. Og hann ákveður að fara í annan flokk, og hann var inn í Samfylkingunni og er síðan að fara í annan flokk. Maður getur, er það ágreiningur eða var það bara hans svona persónulega ambisjónir að fá að leiða eitthvað, en ég upplif ekki
og notabenni, ég náttúrulega nýr í þessu apparati sko, ég upplifi bara hvergi neitt ágreining, þvert á móti finnst mér bara geggju stemning sko. Það geggju stemning. Hérna mun Samfylkingin, og já, þetta eru Þorgrímsson spurningarnar sem að ég fekk, hérna eins og sér ég fekk mjög mikið af spurningum. Mun Samfylkingin halda áfram þéttingu byggðar undir þinni stjórn? Nú sko umræðan þéttingu byggðar, má ég aðeins spyrja þig bara, hvað finnst þér vera þétting byggðar? Mér finnst þétting byggðar vera þegar að í sumum tilfellum réttilega verið að nýta grunninnviði til þess að bæta við húsnæði þar sem að kostnaður við það að byggja upp innviðina sé minni. Telum að svona Korputorg sé örugglega svona verst byggða svona hugmyndin sem að Sjálfstæðisflokkurinn sett held ég á laggirnar. Dreifing. Já, þar sem allir við sjáum að hérna Korpuskóli ekki nýttur í neitt annað heldur en þegar það miklað húsnæði annars staðar að þá einhvern veginn fólki móka þangað en að því undarskildi erum við með hana golfvöllana en innviðirnir hefa verið að grotna niður. Hins vegar núna að þá þéttingin orðin það mikil að kostnaður við húsnæði orðin töluvert meiri. Hjá Jáverk tala þetta, GG-verk tala þetta, það eru fullt af fólki sem tala það að byggja svona rosalega þétt í rauninni snýst upp í andhverfu sína. Það sem þessir grunninnviðir halda ekki kostnaðinu nægilega lágum til þess að koma til móts við kostnaðir sem að fylgir því að byggja í svona miklu þéttbýli. Þannig að ég tel að þétting byggðar í dag sé úr sér gengin og þurfum að brjóta nýtt land. En og það þú ert nú í frambúði, hvað telur þú þetta? Já, mér langaði bara að heyra út, mér veist að svona stundum finnst mér þétting byggð að vera aðeins miskilin. Þetta er svona bara einhver sýn á hvernig borg á að þróast. Eigum við að dreifin ennþá meira, við erum mjög dreifð borg og hvað gerist með dreifingu byggðar áður en ég svaraði hvort það gera meira. Þá vil ég aðeins svona bara, þannig að þú viti hvað sýn ég er með á þetta. Ef við myndum ákveða bara byggja bara einbýlishús hérðan í frá eða raðhús og við myndum bara dreifa borginni ennþá meira, það myndi hún ekki hafa neinn áhrif á miðborgina eða Vesturbæinn eða Hlíðarnar eða Laugardalinn ef við myndum bara byggja allt austar. Það væri eins og mjög vont fyrir Grafavoginn, Grafarholtið, Úlfarsadal, Árbæinn. Af hverju? Vegna þess að það myndi verða, segjum þetta væri á næstu 20-30 árum 40.000 manns að flytja í nýhúsnæði og það verður allt austarlega. Það er bara allt stopp í Ártúnsbrekkunni. Flestir sem búa langt frá eru langt frá vinnustæðinu sínum. Það er bara eðlið. Flestir vinna vestar í borginni og þá lendaðu bara í ennþá meiri umferð. Það er skynsamlegt eins og flestar borgir hafa reynt að gera. Það er að nota innviðina eins vel og mögulegt er og vera með eins þétta borg og mögulegt er til þess að fólk geti þá hjólað, labbað, tekið almenningssamgöngur í vinna eða skóla. Þetta er svona grunn hugmyndafræði. Við erum rosalega dreifð borg og þau sem eru kannski mest á móti þéttingu er fólk sem býr í austurborginni sem ættir að fagna því að það verið að þétta í bænum og þá kemur ekki umferðin á þeim. Þeirra hverði væri betur varðaveitt eins og þau eru. Skilur hvað ég meina? Nærðu þessu? Já. Og þetta er svona grunnsýnin. Það hefur verið þétt býsna mikið. Það sem ég get sett út á þéttinguna, mér hefur verið fundist byggt of hátt og stórt og svona aðeins stórkallalegt. Og ljót hús. Ljót ég bara ekki alveg með nógu mikið sjálfströst til þess að meta. Þegar þú sér þessa stóru, svörtu, gráu kassa, þú hugsar ekkert, vá. Nei. Hann Andri Snær Magnason, hann var með erindi þegar samtökuð iðnaðarins á steypudeginum fyrir ekki. Það sem að fjallaði mitt þetta. Hann var að tala um Sunnusmára. Ég vona að það sé einhver að hlusta þaðan sem að getur móðgast. Og hann sagði að við værum svona andlega að svona skerða okkar lífsgæði. Út af því að það væri byggt eitthvað forljót hús, mjög hátt, með einhver svona smá gervigrassi og einhver smá leikvelli og hann sagði hérna eru börn að fara allast upp og hugmynd okkar af því hvernig við erum börn er svona, ég get ekki beðið eftir að flytja aftur og ala mín börn upp hérna. Það hugsar enginn það í þessum nýju ljótu kjörnum. Ég veit ekki, Þú veist það alveg.
Nei, ég Þú er ert sammála, sammála mér. já, ég er sammála, Já. en sko, þú veist, sko, það er svo mikið að vel heppnaðri þéttingu, þú veist, rúfreiturinn er algjörlega til fyrirmyndar, hérna, hvað heitir aftur, hérna, reiturinn og Íslandsbanka gamla, hérna, Kirkjusandsreiturinn, alveg til fyrirmyndar, mjög fallega gert, og það er fullt af fallega, mér finnst Valshverfið, ég hef farið inn í 3 íbúðir, hérna, fólk er mjög ánægt, mér finnst það mjög flott, flottir innigarðar, flotta byggingar. Fólk er ekki mjög ánægt á Valsreitinum. Ég farið inn í 3 íbúðir, ég þekki 3 sem búa þarna, þau eru mjög ánægt. Umræðan Valsreitin hefur einmitt verið þveröfugt þar sem ef maður handlar innviði, það eru stóraðir allt í kring og fólk er mjög óánægt og jafnvel því að vera að tala fasteignasala og þetta eru erfiðust íbúðina til að selja út af því að fólk vil ekki búa hana. Já, það er sko, núna er bara erfitt að selja, veist, hvað eru, næstu 2000 íbúðir? Valsreiturinn hefur verið sérstaklega til umræðum þetta. Ok, en fólki sem býr þarna, og ég hef farið í 3 íbúðir, og það eru bara flottar íbúðir, það hátt til lofts, fallegur innigarður, mér finnst þetta hins vegar aðeins svo stórt, og ég set út á það, og svo finnst mér bara, við verðum að setja smá kröfur á eitthvað svona ambisjónir, þú veist, bara, veist, við erum að, veist, hvert einasta land sem við brjótum, hvar sem það er, þú veist, það getur líka verið miðsvæðis, þétting eða dreifing. Húsi munu standa í 100-200 ár. Veist, þetta er gríðarleg ábyrgð og ef þú vandaði ekki, þú veist, það sé alvöru hönnun og við séum að hugsa hverfið í kring. Þetta er ekki bara veggirnir innan íbúðar. Þetta er sko, þetta eru skilaboð til okkar sem erum að labba fyrir utan eða keyra fyrir utan. Þannig að hérna það er ástæð fyrir ég spyr sko. Ég er ekki búin að svara spurningunni. Nei, en svona, svo ég vinklega bara líka inn. Hafa skilaboðin verið þannig að hér er andlega líflegt jákvætt samfélag með gráum kössum? Nei, sko, við pössum okkur samt að þú veist, tala ekki niður, það er svo mikið af flottir uppbyggingu líka. Okay. Það er alveg til mistök og veist, við getum alveg tekið veist, nokkuð dæmi mistök, maður bara leiðist að segja út að fólk er í sumum tilfellum fluttandi inn, en ég finnst alveg sumt hróðbjóðslegt, sko, þú veist, ekki, en ég er bara ekki með sjálfs, kannski verður þetta bara tími núna og kannski verður þetta flott eftir einhver ár, ég var það samt, en margt mjög vel gert, en spurningi var, ef að þétta eða dreifa, og núna erum við búin að þétta það mikið, það er ekkit mikið þéttingareiti, þannig að við erum núna í skipulaginu með halla sem eru hérna fyrir austan í rauninni, hérna, Úlfarsárdal, það er að koma 4.000 íbúðir, það er að koma, það er verið að byggja í hérna, hvað er þetta, Holtónum eða, nei, hérna í, hvað er þetta, hérna, bara fyrir ofan Elliðaárdalinn, hérna. Já, hérna, er þetta ekki bara í Árbænum? Jú. Já, hérna, vinstra megin við. Hérna, já. Bryggjukverfi 2, Vogarnir, þetta er Bryggjukverfi 2 og Bryggjukverfi 3 og Brýrnar yfir til bæinn, það er bara mjög skynsamlegt, það er verður stutt að fara inn í bæ, þarna kemur borgarlína, það er búið að fjárfesta í 100 milljörðum í meðferð með þessari stofnbraut, ég er bara mjög hrifinn af því, en það er núna á skipulagi í rauninni að brjóta nýtt land, það er ekkit mikið að nýju landi sem er að vera, þéttingareitum sem eru eftir, þannig að ég bara stið það verður bara haldið áfram með það. Það er náttúrulega bara ákveðin reitur í miðjunni sem verður ekki kosningamál núna, sem er Vatnsmýrin, skilurðu, það er hérna, að mínum mati er það besta byggingaland Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins, þá verður fólk nær stærstu vinnustöðum borgarinnar og höfuðborgarsvæðisins sem eru Háskóli Íslands, Háskóli Reykjavíkur og Landspítalinn og svo er öll ferðaþjónustan og öll stjórnsýslan, þetta er allt þarna niður frá, allir veitingastæðirnir, þarna vinna lang flestir og það er hagkvæmt ef við getum byggt fleiri íbúðir nálægt vinnustað, það er bara kjarnin. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarp er í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim er að sjálfsögðu Alvöru Bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur Alvöru Bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkjuru bara á staðinn af Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Hvernig sérðu það fyrir samt að samfélgin undir þinni stjórn er tilbúin til þess að brjóta land? Já, við bara fylgjum því plani, sko, það er ekki búið að vera plani hingað til að vera mikið að brjóta nýtt land? Jú, nú er það algjörlega plani, það er alveg viðurkennt að það er ekkit mikið að nýjum, mikið að þéttingalóðum til, þannig að sko það
það eru uppbygging 6.000 íbúðir á næsta kjörtímabili gætu risið á nýjum stöðum sko. Þannig ég bara stið það. Hérna önnur spurning, hvað finnst þér heimgreiðslur til foreldra til að brúa bilið? Mjög góð spurning. Þegar ég sá þetta fyrst nefnt, þá finnst mér þetta vera einhver afturför 20 ára. Og sko mér finnst þetta ekki vera lausnin. Ég skil akkur akkur þetta kemur upp núna vegna þess að við höfum verið í vesinni með leikskólana. Þá kemur, við skulum brúa bilið svona. Það eru önnur úrræði sem öll hinn Norðurlöndin beita til þess að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Og til að byrja með þarf náttúrulega bara að lögfesta þetta, þannig að við berum virðingu fyrir þessu skólastígi. Við segjum bara ríki verður að koma inn með eitthvað fjármagn, þannig að við hjálpumst að við þetta. Og það að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla, það er búið að reikna út að þetta getur verið þjóðhagslega hagkvæmt 11 milljarða á ári. Það er bara að foreldrar komist fyrr út á vinnumarkaðinn. Auðvitað verður þetta milli 12 mánaða og 18 mánaða, það er aðeins öðruvísi starfsemi, þetta er svona meiri, þetta er ekki beint fyrsta leikskóla eða skólastigið. Þannig er þetta dagvistunarúrræði eða? Þetta er eiginlega dagvistunarúrræði. Þannig að þetta myndum að vilja gera bara í mikilli sátt við fagfólki og leikskólakennarana. En við viljum beita okkur í því að setja meira fjármagn fyrst og fremst í húsnæði, það gengur ekki að vera með einhverja miklaða leikskóla, þannig að við erum búin að segjast alltaf auka fjármagn í nýbyggingu og viðhald á leikskólum og ekki síður að setja töluvert fjármagn inn í leikskóluna fyrir út af manneklu sem hefur myndast til þess að vera að brúa það bil. Þannig ég er á móti heimgreiðslum, þetta eru styrkir sem oftast konur fá sem er kannski 100-200 skall á mánuði til þess að halda þeim heima. Það er vont fyrir konur bara upp á möguleika á vinnumarkaði að komast upp stigana á vinnumarkaðinum og kemur mjög illa út fyrir þær, út þetta er oftast konur síðar með lífeyrissjóðsgreiðslur og svoleiðis. Þannig ég er á móti því. Já, þú ert á móti því. Já. En leikskólamálin almennt, engarekstur. Þú ert líka á móti því? Nei, við erum með í dag. Þá erum við með engareikin, en þú ert á móti því að svona fyrirtæki geta fara að gera þetta á það. Já, við skulum aðeins tala um það. Fyrsta lagi við erum með sjálfstætt starfandi leikskóla í Reykjavíkurborg sem er að standa sér frábærlega. Ég þekki foreldra sem hafa verið með börnin að það og eru mjög ánað, hvort sem hjallastefnan eða eitthvað annað. Það bara hefur verið lengi og meiri segja í grunnskólaleveli með Ísaksskóla og fleiri úrræði. Þannig að það er bara að virka mjög vel. Ég ætla ekki að beita mér að það verið fleiri sjálfstæðstarfandi leikskóla en eða kom einhverju eins og hjallastefna gerði á sínum tíma með einhverja nýja hugmyndafræði og eru menntuð í faginu, þá bara sjálfsagt að hjálpa því. Það að ætla að fela einhverju stórfyrirtækjum að leggja upp úr því að stórfyrirtæki sé að bjarga okkur með leikskóluna finnst mér eitthvað svona hugmynd það er eitt bara það er smá svona bara vistarbanda vesen, skilur við, bara að þú ert starfsmaður í einhverju fyrirtæki og þú lendir í einhverju fyrirtækinu, líður ekki vel en barnið er á leikskóla þarna og þetta er ekki góð hugmynd. Við getum talað þetta lyfjafyrirtæki sem ætla að vera með leikskóla það er ekki þeirra core business, þeir eru að búa til lyf og svo ætla að vera með eitthvað svona side project að vera með leikskóla og ástæðan fyrir að þeir vildu gera þetta vildu bara að sitt starfsfólk kæmi fyrir að vinna, ég skil það alveg, þannig að börnin fengju leikskóla nálægt vinnustæðnum. Þá höfum við bara skoða, hefur ekki bara verið með nýjan eða annan leikskóla í Vatnsmýrinni, getum við gert það með félagsstofnun stúdenta, en mér finnst þetta að vera bara á sveitafélagunum, mér finnst þetta að vera skylda sveitafélagsins. Í dag er það þannig, þetta er ekki skylda, sveitafélagin þurfa ekkert að vera með leikskóla. Við getum bara loka leikskóla mánudaginn og bara búið til fróðudisko, við þurfum ekki að vera með þetta, en auðvitað erum við með þetta. En það er líka eitthvað virðing við þessa starfsemi sem á sér staðarna. Þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir börnin, þetta er ekki með 2 börn eða? Jú. Já, á leikskólaaldri eða? Já. Ég meina, börnin þarna er að læra eitthvað svona félagsfærni með öðrum krökkum
eru að læra tungumálið, jafnvel fyrstu stafina og eitthvað svona hreyfifærni. Þetta er mjög mikilvægt. Og mér finnst sko meðan Ísland 1 Norðurlanda er ekki með þetta lögfest sem réttur barna til að komast á leikskóla, þá finnst mér þetta eitthvað virðingaleysi. Mér finnst við að taka það skref, mun það ekki bjarga öllu 1 og 3, en samhliða því að setja aðeins meira púður í uppbyggingu á leikskólahúsnæði og peningi í mannskap. Já, ég það er einrættar heit kartafla sko, þegar núna er þetta ungi krakkar og þegar þú sækir vinna á sambýli, þá er gerð krafa íslensku kunnáttu. Þegar þú sækir að leikskóla, þá er það ekki gert. Nei. Samt er þetta þeir krakkar sem eru á svona mesta máltökuskeiði ævi sinnar. Algjörlega. Hvað þurfum við að gera í þessu? Þarf að gera eitthvað í þessu? Eða látum við bara boltan rúlla? Þegar núna er mjög stórt hlutfall þeirra sem vinna á leikskóla sem að tala litla eða ófullkomna íslensku. Já. Og í sumum skólum er þetta bara mjög flott og það eru mjög margir útlendingar sem eru að sinna þessu mjög vel. En aftur á móti þá hefur þetta áhrif. Hvað finnst þér að við ættum að gera í þessu? Ég held þetta, það hefur einhvern veginn gengið illa að fá starfsfólk á leikskóluna. Bæði menntaða leikskólakennara en líka annað starfsfólk á leikskóluna. Og ég veit ekki hvort að það sé út af bara umræðunni eða virðingunni við starfið, ég átta mig ekki á því. En þegar það er svona mannekla, þá hefur fólk verið ráðið inn í skóluna sem er ekki með vald á íslensku. Og ég held að það sé ekki optimal, ég held að það sé ekki mjög gott. Hins vegar, þannig að svona forsendunir í spurningu er bara að krakkar eru á máltökualdri, mikilvægum tíma. Sko, við vorum með dóttur okkar í útlöndum á leikskóla og ég þekki mjög vel alltaf fótboltamennina, þeir eru sko drita niður börnum eða eru í atvinnumennsku og börnin eru á leikskólum í öðru löndum en aldrei verður íslenska vandamáli hjá þessu krökkum. Þeir tekið eftir allir landsliðsmenn sem er búin að vera mjög lengi í útlöndum, bara strákarnir hans Eðsmára, þeir hafa aldrei búið á Íslandi, tala allir fáralega góða íslensku. Já. Þannig að sko, ég kannski er að gera aðeins mikið úr því þó að sé töluvita starfsfólki með erlend tungumál. Ég ætla ekki að segja því, ég er ekki sérfræðingur í þessu. En stundum finnst mér að gera aðeins of mikið mál úr þessu. En ég held að þessi líkið mál að ég hef ekki sérstaklega áhyggjur af sko íslensku krökkunum. En ég hef meira áhyggjur af þeim sem eru á erlendu bergi brotnu að þeir séu á máltökuskeiði, fá ekki íslensku heima á sér og ekki, eða svona að sjálfsögðu fá þér íslensku. Ég held að sé gerð krafa í flestu leikskólum að það sé töluð íslenska, en þetta hefur alltaf áhrif. Já, það gerir það og einmitt, þetta er góða punktur, sér í lagi fyrir börn sem er annað móðumál, þá þurfum við að heyra íslensku á akkurat á þessum aldri og við þurfum bara að leggja meira upp úr því. Það hefur bara verið erfitt að manna leikskólana, en bæði er búið að semja við leikskólakennara og með bara betri starfsaðstæðum og ef við tölum upp þetta starf, þá held ég að við bara þurfum að auka íslensku kunnáttu hjá starfsfólki. Sammála þar? Já, við erum sammála þar. Við erum sammála þetta. Önnur spurning. Þú ferði í þetta út af því að þér finnst Samfylkingin hafa klúðrað atvinnurekstramálum í Reykjavíkurborg og þú ert ósáttur með það hvernig borgarstjórn undanfarna ára hefur verið að klúðra bara atvinnutækifærum í Reykjavíkurborg. Hvað er það svona sem að hver er þín helsta gagnrýni á því hvernig Samfylkingin hefur verið að beita sér í atvinnurekstursmálum í Reykjavík? Má ég byrja að segja þetta, þú sniðugur sko, þú byrja með einhverja forsendur í spurningu sem ofta bara rangar forsendur. Er þetta rangar forsendur? Og svo kemur þetta er ekki fullkomlega rétt. Pétur, þú sagðir sjálfur þegar þú komst hérna að segja það. Meðal annars, ég sagði, ég hef verið hinum með borðið og það er meðal annars ástæðan fyrir ég fyrir hana. En gott og vel, þetta var bara svona anekdótal punktur. Sko, það er sko, fyrsta lagi, þá vilja fyrirtæki verið Reykjavík. Fólk vill búa í Reykjavík, setja aðeins í samhengi. Í sífellt minna mæli, sant? Nei, sjáðu til. Þeir hafa sagt það sjálfur, þetta hefur verið rannsakað. Þetta hefur verið skoðað og það eru færri fyrirtæki sem vilja verið í atvinnurekstri og tala í sífellt meira mæli það hvað er erfitt að vera í rekstri, sérstaklega á Reykjavíkurborg. Bara á síðustu 10 árum hefur fyrirtækjum fjölgað 50%. Það hafa
á síðustu 6 árum 35% aukning starfa í Reykjavík. Þú veist, það eitt og eitt fyrirtæki hefur verið að fara, Malbikunarstöðin fór og það var eitthvað skrifuð grein daginn að bílaumboði Hekla hefði farið, og gert svona mikið mál úr því. Þið voru á Laugaveginum, þau þurftu að vera með bílastæði fyrir 300 bíla á Laugaveginum. Þú veist, sum starfsemi víkjandi, önnur kemur inn, það eru önnur störf. Núna á Heklureitnum, þar sem unnu örfáir eða, ég veit ekki, 20 manns eða eitthvað í bílaumboði, núna eru 450 manns að flytja inn í íbúðuna sínar á þessum reit, út af hann var hannaður upp á nýtt, og það vera 10-20 fyrirtæki með starfsemi með það. Við erum í breytingaferli, við erum svona eins og borgin eins og unglingur, okkur hefur fjölgað 24.000 manns á síðustu 10 árum. Það hefur aldrei verið byggt eins mikið. Ég ætla bara að setja í samhengi og ég ætla að svara spurningunni að þetta var meðal annars ástæðan. Ég hef verið að glíma við alls konar. Ég hef verið svona bakslast í alls konar rekstri. Opnað kaffihús eða veitingastað eða hótel og verið í svona uppbyggingu og svoleiðis. Og mér hefur stundum fundist stjórnsýslan vera svo flókin. Og þegar maður opnar kaffihús og síðan veitingastað þá maður gerir þetta basically bara, þú veist, 4 vaskar þarna blað í blað. Það er alltaf eins og maður segir gerir þetta í fyrsta skipti og tíminn sem tekur frá ákvörðun að alltaf gera eitthvað í það að opna hefur alltaf verið að lengjast og það hefur verið að lengjast út af svona bara kerfinu og ég er ekki að teka pólitíkinn inn í þetta. Þetta hefur meira bara verið ferlarnir og meiri sér ekki, ég tek fólki meiri sér út fyrir svegun þegar maður fær Hverjum er þetta þá að kenna? Það eru ferlandi, þetta eru meðal annars bara reglugerðirnar og bara túlkun á reglugerðinni og þessi ferlar sem við höfum búið til og út af þessu mikið álag á kerfinu út af við höfum verið að stækka svo mikið við okkur verið í svo miklu vexti. En það er eitthvað sem tók ákvörðun. Mér finnst þú svolítið verið að gera þetta auðvelt með því að segja. Nei, ég er að fara að segja hvað það þarf að gera. En hverjum er þetta að kenna? Sko, þetta er langmest vöxturinn, það er svo mikill vöxtur að það er þú veist, bunkinn á umhverfis- og skipulagsviði bara stækkar og það eru búin til ferlar út af reglugerðum, þannig að sko reglugerðin, hún er ákveðið í ráðuneytinu og ráðuneytið þarf að einfalda regluverkið og það er byrjað á því. Sagði þið síðast frá vinnum mínum í Svíþjóð sem voru að opna kaffihús? Já, sagði mér það. En það er bara, þú veist, þá bara fyllir hann upp eða út bara blað og ef hann bara uppfyllir þetta allt þá getur hann opnað. Þannig verður þetta hjá okkur. Þessi þáttur er í boði Þorgrímsson & Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það er ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það er smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá er þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfða lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem er líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér er eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli er að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem er rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thorco.is og skoðaðu úrvalið. Pétur, nú sko, við ætlum að taka smá bara hliðaskref, við ætlum að taka PR-fund. Okay. Þú ert komin inn sem nýr maður sem ert með bara óskrifa blað það hvernig þú ætlar að reka þína stefnu. Yes. Þú ert með bakið í reipunum út af því að Viðreisn hefur efasemdir það að vinna með þér, Framsókn hefur efasemdir að vinna með þér, Sjálfstæðisflokkurinn hún var hérna hjá mér áðan Hildur Björns, hún sagði að þú ert síðasti kostur. Þú ert með bakið upp í reipunum, þú ert með fullt umboð það að geta sagt, heyrðu, ég er hérna nýr gaur, það eru nýjar áherslur, ég ætla að hjóla í kerfið. En þú getur ekki líka verið að segja að ástæðan fyrir því að þú fórst inn í þetta var það út af því að það er erfitt að vera með atvinnurekstur og segja svo að það er ekki neinum að kenna, þetta er bara einhverju ferlar og þetta er í rauninni bara flókið út af því að það er flókið. Þú ert með umboð í það að hjóla svolítið í þetta. Já. Besta sem að þú getur gert núna er einmitt að segja, nei, við höfum bara verið hérna að reka ranga stefnu. Nú er ný samfélking komin inn, ég ætla ekki að hafa þetta eins og þetta væri í gamla daga, þannig átt að reka þína kosningabaráttu. Mjög gott.
En er það ekki, þú veist, Er ég bara of heiðarlegur í þessu? Sko, nei, vegna þú þess að ert það- ekki nógu heiðarlegur í þessu. Nei, ég segi, er ég kannski of heiðarlegur? Nei, ekki nógu heiðarlegur. Þú ert of mikið að segja mér að það sé eitthvað að án þess að segja að það sé eitthvað. Það Já, er búið að vera rekin vond stefna í atvinnumálum og það vita það allir. Já. Og það er allir hún mjög pirrar á því. Það á að þétta hérna byggð við Suðurlandsbrautina þar sem að, ég maður ekki, reiknar 168 milljarðar króna velta á fyrirtækjunum og þau eru allt brjáluð. Komdu bara hérna og segðu, nei, ég ætla að rífa þetta í gang, ég ætla að strömlínulaga og ég ætla að passa að vera ekki fyrir. Það er nýr samfylking. Já, en ég sagði á hann, við ætlum að breyta regluverkinu, bara þannig að ég sagði að ég endaði á þann og segja, þetta mun breytast, það verður auðvelt. Ef þú ætlar að opna kaffihús eða boxmiðstöð, hvað sem þú ætlar að gera það, þá verður það mjög auðvelt. Það mun taka stuttan tíma og ef þú uppfyllir þessi atriði, þá bara opnaru og við komum bara í eftirlit, eða Reykjavík kemur í eftirlit. Það verður breyting og það verður rosalega breyting. Ég gerir mig grein fyrir því, ég kem hinum með frá, ég gerir mig fulla grein fyrir því að það er engin velferð ef það er ekki sterkt atvinnulíf. Atvinnulífið er risastór lykill að góðu velferðarkerfi. Ef við líka átt okkur á því að velferðin er lykill að góðu atvinnulífi. Við þurfum að hafa góða leikskóla og grunnskóla og háskóla og allt það til að við fáum rétta starfsfólk inn í atvinnulífið. Þannig að þetta helst algjörlega í hendur. Ég get alveg tekið undir það að mér hefur fundist áherslur fyrrverandi meirihluta ekki vera svona hliðholt atvinnulífinu. Mér hefur ekki fundist að vera með það á oddinum. Það verður í oddinum á mér. Ég vil að atvinnulífið blómstri í Reykjavík og ég veit ekki betur, ég nefndi tölurnar áðan, að fyrirtæki vilji verið í Reykjavík. Eiginlega öll startup eða svona frumkvöðlafyrirtæki eru skráð í Reykjavík. Það hefur verið það er bara aðeins að breytast. Við erum ekki lengur með bílaumboð í miðbænum, við erum ekki með malbyggunarstöð á stöðum þar sem við getum verið með íbúðir. Þannig að þetta er aðeins að færast í útjaðarinn og jafnvel í önnur sveitarfélög sem getur verið gott líka út að við viljum að atvinnustarfsemi dreifi sem víða. Nú finnst mér, ég var aðeins í sambandi við Auðun Blöndal. Mér finnst algjörlega fyrirmyndar að það sé við opna inn í hverfunum alls konar þjónusta. Bæði er það atvinna en ekki síður bara að það sé mannlíf inn í hverfunum. Þetta er það sem ég legg mikið upp úr og kann, ég hef gert þetta sjálfur og ég held að fólki líði betur í hverfunum með þetta svona. Já, ég er alveg sammála því. Ég er mjög hlindur því að það sé meiri svona hverfisuppbygging. Bandaríkjamaðurinn kann þetta sko. Það er bara svona alls konar inn í alls konar hverfum. Já. Man ég bjóði hérna í Boston og bjóði í Dorchester Já. sem var bara svona, þú veist, mikið innflytjenda samfélag. Já. En það voru svona fullt af svona skemmtilegum börum og svona sem að maður einhvern veginn kannast ekkert við annars staðar til þess að í Reykjavík. Nei, það er aðeins sko, ég fór á Álfin, sportálfin held ég að heiti núna í Breiðholti. Hefur farið það? Nei, ég hef ekki, jú ég hef farið hana. Já, þetta er bara, það er alveg eitthvað Wolverine og Mós. Já, þetta er frábært sko, og svo var ég bara síðustu helgi og fekk með kebab hana upp í Hólagarði. Það er alveg til svona einhverja miðstöðar. Þetta mætti bara vera eins og fleiri stöðum og það ætti bara að vera miklu auðveldara fyrir framtæksamt fólk sem er með einhverja hugmyndir að bara keyra á það. Já, akkurat. Og það sé bara líka svona smá vítamínsbrauta í það að hvetja fólk til það sko. Auðun Blöndal, ég held að hann hefði verið 8 mánuði frá því að hann fekk húsnæði þangað til að fekk að opna. Það bara gengur, fólk er með peningan í þessu og þetta bara gengur ekki. Já, maður með hans netto er þetta ekki að taka 8 mánuði þetta. En hérna, það eru fleiri flokkar sem eru að bjóða kjósendur það að það verði tekið á rekstrinum. Skera fyrirlagið, taka á ýmsum sviðum, sérstaklega yfirbyggingin og millistjórnendur. Hvar sestu þarna? Sko, í öllum rekstri þarf að velta við steinum og taka til. Ég hef eins og verið að hlusta á hina flokkana og gjarna þá sem er í minnihluta núna verið að segja við ætlum bara að skera fyrirlagið og svoleiðis, en þau hafa ekki sagt neitt svona konkrétt, hvað ætlið að skera niður. Eina sem ég heyrt svona sem þau eru alveg ákveðin að skera niður, það er mannréttindaskrifstofa Reykjavíkur. Það eru 7 mann sem vinna þarna, þetta er lögbundið hlutverk borgarinnar langmestu leyti. Þau eru að díla við mjög svona viðkvæm mál, þetta er svona, heimilisofbeldi, hinsegin mál, þeir eru að díla við innflytjendur og aðgengismál fatlaðra og það er
þetta engin sparnaður, þetta mun þá bara fara inn á velferðarsvið eða eitthvað annað. En mér finnst eitthvað sögn í því að þegar það á að skera svona rosalega mikið niður að fara í mannréttindaskrifstofuna, þegar mannréttindi eiga undir högg að sækja mjög víða í heiminum. Þannig að ég hef ekki gefið út hvar nákvæmlega þarf að spara. Það gerist kannski að sjálfum sem einhver leiti með einföldunum á kerfunum, en það líka sérstakt, Tóti, og nú nýr í þessu. Ég bara var á sama stað og þú bara, maður heyri bara á hverju ári, það hefur verið gefið út ársreikning og í 20 ár hef ég heyrt að Reykjavíkurborg sé á hausnum. Þú ekki heyrt það líka? Hún ekki farið á hausinn beint, eða? Nei, hún ekki farið á hausinn. En reksturinn hefði mátt vera töluvert betri, oft á tíðum. Það fer eftir, við erum alltaf ekki að reka fyrirtæki fyrir hluthafa sem eru með eitthvað arðsemis sjónarmið. Við erum að rækta samfélag og við erum að veita þjónustu. Gott og vel. Þannig ég búin að vera að skoða ársreikninga síðustu ára og ég ekkert að vera að verja eitthvað gamla meirihluta, ég nýr í brúnni, en það áhugavert að það alltaf incentive hjá minnihlutunum að mála eins dökka mynd og mögulegt er. Nú það þannig að samstæðan skilar 8 milljarða hagnaði og við þekkir þetta á B-hlutin. A-hlutin vissulega í 5 milljarða tapi 2025. En það reiknustærð út af leiðréttingum launa. Lífeyrissjóðsskuldbindningar út af nýjum samningum, kjarasamningum kennara. Það var að leiðrétta kennaralaunin, þannig að fólki sem að sjá börnin okkar og við erum að gagnrýna skólana, við erum að reyna að gera vel þar. Og það kemur sem reiknustærð inn í árslok. En til að skoða heilbrigði reksturs, það hvað eigum mikið peningi í lok árs? Það bara eins og heimilisbókhaldinu. Þú ert búin að borga öll laun og alla kröfur í bankanum og borga allt. Þú ert búin að borga alla reikninga. Þá á Reykjavíkurborg tæpa 15 milljarða inn á reikningnum í lok árs. Þannig að Reykjavíkurborg með mjög heilbrigðan rekstur og þú berð saman skuldir Reykjavíkurborgar, bara skuldar hlutfall Reykjavíkurborgar 8-10%, meðan það eiginlega besta á höfuðborgarsvæðinu. Það má vera 150%, við erum í 80%. Það hefur ekki breyst á 10 árum. Þú veist, fyrir 10 ára síðan, ég var að segja það ráðan, okkur við fjölgað 24.000. Tekjurnar hafa aukist, það er bara fleiri fólk að borga útsvarið, en ef þú eru keypt hlutabréf í Reykjavík HF fyrir 10 ára síðan, þá verður bara með nokkurn veginn sömu stöðu en eignir töluvert meiri. Það eru næstu í 500 milljarða eignir og þá bara að tala A-hlutan. Þegar við tökum B-hlutan líka, þá erum við komin yfir trilljón í eignir. Það mjög heilbrigð staða. Árið 25 var ekki besta árið og það nú aðalega út af þessum lífeyrissjóðsskuldbindingum. Þannig að við verum aðeins að passa okkur hvað við erum að hlusta á. Skilurðu? Það alltaf að gera betur og auðvitað alltaf í öllum rekstri þarf að velta upp steinum og hvar getum við hagrætt til þess að geta veitt betri þjónustu. En sviðin voru að skila, hvort það skóla- og frístundasviðið sem langdýrasta sviðið eða mest í kostnaðurinn þar. Þau eru að skila 0,2% frávikum frá áætlun, velferðarsvið mjög svipað, þannig að sviðin að standa sig bara mjög vel miðað við áætlanir. Það þessi reiknaða stærð sem aðeins að fokka upp fyrirsögnunum, en ég sé ekki betur en að þetta sé nokkuð heilbrigður rekstur, en við erum átt okkur við erum í vexti, við erum unglingurinn að stækka úr fötunum, þannig að við hafði búið að vera gríðalegu vöxtur og það alveg áskorunir á þeim tíma. Pilsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. En tekjurnar hafa verið í kringum 200 milljarða, þjónustan verður verra og verri, samt ekki meira og meira að mér. Stytting vinnuvikunar, það var ekkert mál hér Reykjavíkurborg og þessu var bara kastað inn í atvinnurekendur. Ég veit alveg að það var landsmálin sem að tóku það, eða það Alþingi. Kostnaður
per starfsmann er meira í Reykjavíkurborg, við njótum ekki neinnar stærðarhagkvæmni. Nei. Við erum með útsvari í botni, því botnið er alltaf orku arðinn frá orkuveitunni. Það er eitthvað að í rekstrinum og ég held að það sé ekki gott veganesti inn í þetta inn í þessar kosningar. Það ætla bara að segja við kjósendur, það er ekkert sem við getum gert í því að hagræða. Nei, ég tók sérstaklega fram. Það þarf alltaf að hagræða. Það þarf alltaf að vera en þarf ekki að hagræða núna? Jú, við tökum við og veltum öllum steinum, það verður hagrætt til þess að veita betri þjónustu. En forsendur sem hún gafst þér á þann, að það er eitthvað að í rekstrinum. Það er það sem ég hélt líka. En þetta er við tölum svona Reykjavíkurborg, við tölum ekki svona hins sveitarfélögin, en heilbrigðasti reksturinn í Reykjavíkurborg. Já, það er samt eitthvað að í rekstrinum, menn að á sömum sviðum eru 40% af forstöðumönnum í kulnun. Það þýðir að það sé eitthvað að. Já, kannski það er ekki eðlilegt. Það er kerfislæg kulnun, þetta fólk, ég var á fundi með velferðarsviðunum daginn, með félagsráðgjöfum sem að vinna oft með erfiðustu málin. Þau eru mjög mörg að lenda í ofbeldi, þetta er mjög krefjandi og vinnu aðstæða þessa fólks er ekki góð. Vinnu aðstæður á velferðarsviði hafa marg batnað frá því að ég byrjaði að starfa með fötluðum fyrir 16 árum. Okay. Það er ekki ástæðan fyrir því að fólk er í kulnun. Kulnun er bara nýtt fyrirbæri og hún er að eiga sér stað út af því að hún er í boði. Og ég veit alveg að það er óþægilegt að tala um þetta, en kulnun hjá fólki sem er undir 30, sem er nýskriðan á vinnumarkað, sér allt í einu færi á því. Þú ert að segja að fólk bara sé að ljúga? Já. Ég er ósammála. Samkvæmt virk er það að ljúga út af því að 3,4% af þeim sem er í kulnun eru raunverulegri kulnun samkvæmt stöðlum hú. Og þetta er frá tölum virk. Þannig að það er fullt af fólki. Það er að skoða þetta allt saman. Ég bara veit að þetta er alvöru mál. Ég myndi aldrei taka undir það að fagfólk sem er að vinna í mjög erfiðum málum sé að gera sér upp kulnun. Fólk vill, það fer í menntun og er að vinna með sína menntun. Ég held að langflest fólki þarna brenni fyrir það sem þeir eru að vinna með. En á hverju heldur þá að virk sem að sér með þessi mál segja 95% af þeim sem að fara í kulnun séu ekki í kulnun? Ég þekki þetta ekki, Tóti. Nei, þú veist, ég er að segja það er þannig. Já, ég veit ekki af hverju, en ég veit til dæmis... Finnst það ekkert skrítið? Jú, ef þetta er rétt, að segja, en eftir í COVID, þegar heilbrigðisstarfsmenn lögðu meira á sig heldur en þau höfðu gert áður og kláruðu COVID alveg með bravúr á spítölunum, þá fóru hjúkrunarfræðingar þetta í kulnun einn og það allt í einu var bara stór hluta þeim. Það var kerfislæg kulnun. Það var bara of mikið álag á stuttum tíma. Þannig að það þarf bara að venda þetta starfsfólk. Ég meina það er verið að skoða þetta núna með bara hljóðvist og annað slíkt. Þetta er það að skoða, engin spurning. Ég er ekki sérfræðingur í þessu. Ég finnst bara, en þú veist að við eitthvað að tala um það að fólk sé að gera sér upp kulnun. Þú veist, ég held að hvaðanir eru fyrir hendi, Ég veit að það er óþægt að tala með þetta. Flest okkar við viljum vinna, við viljum hafa áhrif, við viljum gera það sem við erum góð í. Ég þarf nú að sjá þetta frá virk, ég hef ekki séð þetta. Ég get bara flett þessu upp hérna fyrir þig. Ég var ég var með Björg Magnúsdóttir í gær og þar vorum við með að tala um þetta, Okay. Þannig að 3,4% kulnun, hérna tölur frá 2020, þetta hefur aukist 6,1% beiðna til virk uppfylla kröfur húg í kulnun. Já. Þetta er eitthvað sem að uppfylla kröfunar, já. Akkurat. Þannig að fólk sem er í kulnun, sem getur verið að glíma eitthvað bara 6,1% af þeim. Og þetta er svo sérstakt því að ég man eftir í þegar maður er að byrja á Reykjavíkurborg að fólk sem er að takast á einhver áföll eða eitthvað þannig, að það var alltaf gefið svigrúm fyrir þessu. Já. En núna aftur á móti þá erum við bara með fólk sem er bara hangandi á samfélagsmiðlum að birta einhverja kroppamyndir og fara svo bara í kulnun yfir því að finnast lífið eitthvað voðalega erfitt. Ég held að þetta sé bara kerfislægur aumingjaskapur og ég veit að þú ert náttúrulega ekki að fara að taka undir út af því að það er ekki gott fyrir þig pólitískt. En ég held að ef við myndum taka þessum málum að þá myndum við búa við töluvert betra umhverfi gagnvart til dæmis fjármunir Reykjavíkurborgar út af því að fólk er að sjá augljóslega að það er eitthvað sem er ekki í lagi. Já, það eru meðan reksturinn virðast vera mjög heilbrigður, þá eru launakostnaður náttúrulega bara 52% af tekjum borgarinnar, þannig að þetta er umtalsvert, þannig að öll hagræðing kostnaður ekki tekjum, launakostnaður er þetta er af tekjum 200 og eitthvað meira, 50 og eitthvað % er launakostnaður. Já. Skilurðu?
sem að fer, já, á launakostnaður þegar þú sagðir hérna tekjur Nei, af af tekjum Reykjavíkurborgar sem eru 200 eitthvað milljarðar, þá erum við að borga 50% fyrir laun. Akkurat. Já, nákvæmlega. En hérna þannig að þú veist það allstað þannig, það á leikskólanum það veikinda dagar eru háir í leikskólanum hjá starfsfólki. Og einhverju leyti eðlilegt, þú ert bara að vinna með krakka með hór, skilur. Þannig að einhverju leyti eðlilegt, en sko að bera saman með hinn sveitafélögin, þá eru bara nákvæmlega eins í Reykjavík eins og hinu sveitafélögin. Þetta eitthvað 12%. En ef við berum okkur saman með önnur lönd, þá þetta herra, heldur en í öðrum löndum. Og þá þarf maður að skoða það, þú veist, erum við... Hvaða hvatar að liggja baki? Já, þetta ómikið álag, þú veist, þurfum við að breyta vöktunum. Álag, við vorum að minnka vinnustundunum 10%. Já, en sko það minna álag í dag heldur en að var fyrir örfáum árum. Málið, þetta sko bar með sér, eða kom með ákveðið vandamál. Við förum í 36 stunda vinnuviku, en leikskólinn er opinn í 42,5. Í 1 ár unnu lengur, leikskólakennarar unnu meira heldur en venjulega. Þeir djöfluðust. Og þeir held alltaf að Reykjavíkurborg var að koma til móts við sig. Reykjavíkurleiðin var ekki kynnt fyrir sko allt og seint. Fólk var með sko börni sín í 42,5 tíma en fólki átti bara að vinna í 36 tíma. Þarna var það eitthvað svona gjá á milli og þetta er það sem er verið að Reykjavíkurleiðin er að tappa inn í. Hvað hérna, tölum Reykjavíkurleiðina? Þú vilt hana frekar heldur en hérna Kópavogsmódelið. Já. Af hverju? Sko nú er Reykjavíkurleiðin bara kom núna bara 1. apríl. Það var að byrja að skrá inn samkvæmt Reykjavíkurleiðinni vistunartíma barna í mars og þetta byrjaði 1. apríl. Og ég heyri frá skóla og frístundasviði að þetta hafi verið success. Það hafi verið betri skráningar, fleiri skráningar heldur við byggust við og það sem þetta gerir er fyrirsjáanleiki. Það er fyrirsjáanleiki hversu til þess að vakta til þess að manna vaktirnar. Akkur ég vil hafa Reykjavíkurleiðina frekar en Kópavogsleiðina. Þetta er verið frægt núna, það er búið að nefna þetta nokkru sinnum. Þið settu þetta dagskrá? Já, akkurat. Og það er sláandi og þetta, það er Reykjavíkurleiðin er að koma til móts við einstæða foreldra. Það er tekjutengt. Fólk í lægstu tekjuprósentinu eru að borga minna, þannig að þetta er tekjutengt. En ef við tökum bara burt alla afslætti og tökum bara venjulega miðstétta fjölskyldu með 2 börn sem nota 40 tíma á viku er að borga tæpri 500.000 minna í Reykjavík heldur en í Kópavogi. Það er bæði er þetta bara rosalega mikill peningur en líka það að við erum að koma til móts við tekjulægsta hópinn þannig að þau geta lengur verið með börnin á leikskóla á þess að borga mjög mikið og er miklu erfiðara. Það er þetta að segja ef þú ert með lágar tekjur þá er miklu þægilega að vera í Reykjavík og Reykjavíkurleiðinni heldur en í Kópavogsleiðinni. Já, en viljum við samt ekki halda ríka fólkinu hérna líka sem að fær þá... Jú, þau bara eru líka. Já, en hefur einhver áhyggjur af þessu þegar við erum að tala um atvinnureksturinn, við erum að tala um svona fólk, hefur ekkert áhyggjur af því að missa fólk úr Reykjavík og þá sérstaklega svona barnafólk sem að fær þá jafnvel svona nálægar sveitafélög. Þetta er búið að vera ég held nefnilega það eitt væri, við getum saminað öll sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu og verið með eitt ráðhús. Ég held eins og að samkeppnin milli sveitafélagana sé holl. Ég held að það sé ágætt að við séum að tala um svona, þeir eru Kópavogur með svona og Kópavogur getur sagt, við erum miklu betri þarna, það er ódýrara að byggja eða eitthvað. Við erum alltaf að hugsa um samkeppnishæfni Reykjavíkur bara til framtíðar, bæði fyrir okkur Íslendinga og bara börnin okkar, börnin þín sem eru ung. Munu þau vilja vera í Reykjavík eða í nágrannasveitarfélögum eða bara flytja til útlanda í framtíðinni. Þannig að það að vera með, þetta helst allt í hendur, að vera með þétta örugga mannlífs menningaborg það sem er, krakka geta notið sín hvar sem er, það geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Er eitthvað sem við verðum að hugsa núna út af það er fyrir framtíðarbörnin okkar. Ég hef ekki áhyggjur af með við statistíkina að það eru fjöldi fyrirtækja að stofna á hverju ári og á hverjum degi í rauninni. En er þetta ekki bara kennitölur sem eru einhverja einyrkjar? Já, akkurat, það var erfitt að sjá nákvæmlega hvað var bak við þetta, þess vegna skoðaði ég líka bara síðustu 6
7 árin hversu mörg störf hafi fjölgað og það er 35% á mjög stuttum tíma. Á sama tíma við erum með sko vextina alveg upp í rjáfri og við erum búin að gangi gegnum Reykjaneselda. Þannig hefur verið álag á öllum sveitafélögum. Ég er ekki bara að tala um Reykjavík, ég er ekki verja einn eða neitt. Það hefur verið álag og mér hefur fundist meiri segja fundist sko ádeilan eða gagnrýnin á Bjarna Ben og Katrín Jakobsdóttir þegar þau voru að reka borgina í gegnum COVID og það er nýbúið að vera bankahrun. Mér finnst Íslendingar hafa staðið sér alveg ótrúlega vel. En í þessum vexti þá hafa innviðir aðeins setið á hakanum og við finnum það alveg. Hluti af þessu með leikskólana, langstærsti hlutin að þetta er bara innviðaskuld. Það er innviðaskuld, við höfum ekki verið að sinna viðhaldi á þessu húsnæði og allt í einu bara komið mygla og bara hakan í gólfið og engi fatta neitt, bara við erum ekki búin að viðhalda húsinu. Skilurðu? En það er vegna þess að við höfum verið í vexti og við höfum verið að gangi gegnum alls konar áföll. En mér finnst bara Reykvíkingar og bara Íslendingar bara staðið sér ógeðslega vel í þessu. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Já. Finnst það ekki? Við erum svo gjörn á að gagnrýna. Jú, og það... ég sko, þú veist náttúrulega ef að Hormússundið opnast ekki og við miðum við 3 mánaða birgðir á þessum stærstu löndum, að þá erum við náttúrulega að fara að sjá fram á allavega einhverja svona hressilega dífu, jafnvel kreppu. Já. Þá held ég að kulnun muni sko hverfa og þannig að ég held að lífið, það er mikla líkur á því að lífið fara að verða töluvert erfiðara, sem ég tel alveg að geta haft jákvæð áhrif sko. Hvenær nákvæmlega gerist, ég efast að gerist fyrir kosningar, en einhvern tímann yfir sumarið munum við örugglega að sjá einhverja dífu svona alheimsmarkaði sem mun hafa áhrif hérna. Já, þú veist, ferðaþjónustan og þegar bensín hækkar og svona, það er alveg blikur á lofti, við áttum okkur á því sko, en ég bara hefur mikla trú á okkur bara sem samfélagi, við erum sterk sko. Við erum orðin allt og væri kær sko út af því að núna kemst ungt fólk sko sem að vælir yfir því að eignast ekki húsnæði fyrir þetta í hver einasta vísoferð og djammar á Sushi Social, eitthvað sem engum hefði dottið í hug fyrir örfáum árum. Þannig ég held að ungt fólk muni koma til með að neyðast til að rífa sig í gang og ég held að það verið mjög jákvætt. Ég las eins og grein, ég held að bara í New York Times eða eitthvað, fyrirsögnin var sko ástæðan fyrir að ungt fólk getur ekki keypt sér íbúð er avocado toast. Já, ándjóks, ég er sammála því. Þau eru bara að njóta. Pétur hættu. Nei, þó þetta gerist aðeins seinna á ævinni, áður fyrir voru Íslendingar að flytja úr foreldrahúsum fyrr heldur en í Skandinavíu. Nú erum við svona að komast á par, við erum aðeins á eftir meira svona. Það er alltaf í lagi að þetta gerist aðeins seinna. Já, ég held að við séum bara ég var krakki, ég bara aldrei til útlanda eða neitt sko, núna fara mjög margir. Þau eru bara eitthvað á Bali og svo komaði heim og fara í einhverja galna gráðu og kvart yfir því að fá ekki nægilega há stúdendalán og fara svo kvart yfir því að sé ekki til húsnæði. Þau eru hægt að taka lán sko, þau vinna flest með skólanum. Nú allavega jákvætt. Já, ég hef engar áhyggjur af þessu unga fólki, þau eru breytt, þau eru öðruvísi. Ég er búin að heimsækja, fór upp í FBE daginn, hitti nemendafélagið það og þau eru með nemendafélag úr öllum deildunum, þetta er skemmtilegu skóli og ég hugsaði bara, þau eru geggjuð. Já, ungt fólk er geggjað sko. Já. En við erum bara búið til svo heimskulega hvata fyrir það sem við erum að segja að fara í kulnun ef allt gengur ekki upp í lífinu. Tóti hættu þessu. Mér finnst í alvörinni. Ég veit það, en þú ert að mála þetta of dökkun litum. Já. Herðu, hérna, þú ert á leiðin á skrallið og þú tekur með þér 1 af 2 og skilur hinn eftir heima. Tilbúin. Ok, já. Ari Edvald eða Kristín Jón? Kristín Jón. Aha. Já. Sanna eða Björg Magnúsdóttir? Ég þekki Björg náttúrulega mjög vel sko. Þannig ég hugsi það ekki Sönnu með mér, bara til þess að kynnast henni. Ok.
Hildur eða Sigfús Aðalsteinsson? Æ, það er ekki Hildi. Aha. Eru fólk núna að lesa, ok. Já, þetta er náttúrulega samkvæmisleikur, sko. Já. Einar eða Silja Sóley? Silju Sóley? Aha. Já. Sko, ég þekki Einar líka vel. Já. Hann er stór skemmtilegur, prívat, minna skemmtilegur pólitíkus, en hún er mjög skemmtileg. Hún er svona öðruvísi. Hún er öðruvísi, sko. Hvað sér þið fyrir svona með hvernig þú getur unnið? Það er sko að þú ert í ótrúlega fyndinni stöðu, sko. Þú ert pínu sjálfstæðisflokkur fyrir 4 árum. Þar sem að flokkar koma bara opinberlega með að fram, bara ég vil síður vinna með þessum. Samt er það ná stórkostlega góðum tölum í skoðanakönnunum. Hvað sér þið fyrir svona, þú veist, segjum sem svo að þið skilið þessum 30%? Heldur þú getur myndað meirihluta? Hvernig myndir sá meirihluti líti út? Ertu tilbúin að dansa með öllum? Ég veit þú farið óbundið til, þú veist, og látið málefnin ráða og allt þannig, en þú hugsar þetta bara svona allir praktískt. Ég geri það, ég fótbolta, ég get unni með öllum, og ef við lítum bara á bara borgarstjórn sem mun koma, ég hef engar ágjör að vinna, mér finnst allt fínt fólk, en það er rosalega bara gjá á milli Samfylkingarinn og Sjálfstæðisflokksins, og þetta eru svona tvær svona fylkingar má segja, Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn eru bara með eiginlega nákvæmlega sömu stefnumál. Það er sko, það var á viðskiptaráðum daginn, þurfti maður að fylla út einhverju svona spurningalista og svo var maður stilt upp hvar maður væri okkur kvarða, og Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn voru bara saman. Það þurfti að stækka myndin til að sjá að það voru aðeins frá okkur öðrum. Þau basically bara svara öll eins. Og það er bæði sýn á borgina, það er svona meiri háttar einkavæðinga hugmyndir, að láta stórfyrirtæki sjá leikskólana og hætta með samgöngusáttmálan, og þetta er bara eitthvað sem mér hugnast ekki. Þetta er bara, ég held að myndi bara tefja allt, og ég held að Reykvíkingar vilji þetta ekki. Þannig að ég myndi segja að ég væri svona lengst frá þessu hægra í vinstri, þessu hægra þessum hægri sjónarmiðum. Þannig að þú getur unnið frekar, ertu frekar þá bara sósíalista megin, frekar heldur en eða þú myndir til dæmis geta unnið með Silju Sóley, störum með ákveðna svona nánast kommunista áherslu. Ég veit það. Getur unnið með Hildi eða þeim? Finnst þér í alveg það mikill munur á ykkur, þér og Hildi að þið eru bara sósíalista megin? Sko, eitt stærsta málið núna er að mínu viti bara persónlega. Þetta er kannski ekki alveg flokkurinn í heild sinni, en sko það er samgöngusáttmálinn sem er búið að vera að vinna að í 15 ár, skrifa undir 2019, hann er tekin upp, tefur allt 2 ár, aftur skrifað 24, það er bara 18 mánuði síðan, og fyrir kosningar er alltaf bara þá mun ekkert gerast. Það mun bara aukast umferð, meiri tafir, meiri mengun, og við verðum bara pirraðir. Var ekki Jóhannes Óli að gera eitthvað svona stríðnismyndband á Sjálfstæðisflokkinn út af þessu? Þið voru einmitt saman á körfuboltaleik í gær, sá ykkur í sjónvarpinu. Já, Jóli, já, það er toppmaður, sko. En sko það sem er munurinn á í svona stórum dráttum er vinstrið, og ég veit ekki alveg fyrir hvað sósíalista standa nákvæmlega. Í svona stórum dráttum eru við svona með svipaða sýn á borgina, en ég er miklu meira svona, atvinnulífi, ég vil að atvinnulífi þrífist í borginni, ég held sem mikilvægt til þess að geta verið með velferðin eins og jöfnuðin sem við þurfum, og ég held að við viljum öll. Þannig að það er svona meiri byltingarhugur held ég í sósíalistum og jafnvel vinstrinu og stundum pírötum, það er svona meiri byltingarpælingar. Væri þá ekki auðveldara að vinna til hægri fyrir þig? Nei, það eru þessi málefni sem bara ég sé ekki alveg hvernig myndi brúa, sko. Það væru algjörlega málefnin sem myndi ráða för. En þú ert ekki í bílstjórasætinu, sko? En kannski verið það. Já, kannski verið það. Ég held að sem er mikilvægt að, þetta er maður er komin í pólitík, maður bara segir þetta eins og þetta er. Að, ef við verðum ekki stærst, þá verður kröftu uppbyggja til hægri með miðflokki og sjálfstæðisflokki og einhverjum einum í viðbót. Og það er ekki sýn sem ég er með á borgina. Ég held að það sé ekki samkeppnishæfni borgarinnar sem ég vil fá.
mjög ólík sín, skilur, gott fólk, ólík sín. Ef við erum stæðist, þá getum við pikkað inn fólk sem á okkar línu, en jafnframt með, þú veist, atvinnulífinu og rekstrinum sem við viljum. Við verðum að sjá hvernig þetta fer. Ég sleppti alveg nánast við húsnæðismálin. Ég ætlaði að fara í leigufélagunum fleira. Já. En við tökum, þú voru örugglega að spyrja úr til það. Við tökum það bara eftir kosningar eða eitthvað. Pétur Marteinsson, gangi þér vel. Takk fyrir. Takk aðeinslega fyrir að koma. Ertu búin að ákveða það? Nei. En ég er svo mikill frjálshyggjumaður. Já. Ef ég á að vera hreinskilinn við þig, sko. Ég er svo frjálshyggjumegin í lífinu, sko. Já. Og að heyri hvernig ég tala kulnun og svona. Já. Ég veit alveg að þú ert sammála mér, sko, komandi úr fótboltanum, sko. Þannig að þú verður að passa þess að vera ekki alveg sammála mér svona aumingjaskap og fleira, sko. Að einhvern veginn væla sér til velferðar, sko. Það gengur ekkert upp, sko. Nei. Við verðum að tala virðingu, Tóti, þetta, sko. Ég þekki fólki kringum, við tölum virðingu þetta, en sko, mér finnst sjálfsagt að gera mikla kröfur. Það á að gera töluverðar. Hefur þú lesið þessa? Þetta er Páll Skúlason, siðfræði. Ég og þegar þú talar virðingu, sko, hann mitt í uppáhaldsköflunum. Þá ræðir hann einmitt það að bera virðingu fyrir skoðunum annarra. Heila lausasta dæmi sem til er. Á mannamótum því oft haldið fram að virða beri skoðanir annarra. Aldrei hef ég samt heyrt nokkurn mann færa rök fyrir þessum boðskap. Vafalaust þykir fólki það óþarft, augljóst sé hvað átt við og enginn þarf að rökstyðja það. Allir hljótið að samsinna þessu. Hann skrifar þetta upp á sorðanum. Já, en sko, ég var ekki að tala að þú bera virðingu fyrir skoðunum þeirra sem eru veikir. Nei, ég er að segja. En bara að fólk sé veikt. Virðing er fáránlegasta hugtak í dag. Að gera eitthvað virðingarvert gerir það að verkum að þú öðlast virðingu. Það að fólk sé að væla á samfélagsmiðlum yfir því að kerfið hafi ekki gripið sig er ekki virðingarvert. Mefni? Það er virðingarvert að gera eitthvað sem að hagnast þér eða öðrum á sama tíma. Virðing er eitthvað sem við þurfum algjörlega þegar ég til dæmis að þjónusta fatlaða. Ég er ekki að bera virðingu fyrir þeim. Ég er að koma til móts við þær þarfir og ég er að sýna alúð og umhyggju. En það að við þurfum að bera alltaf virðingu fyrir öllu, það bara meikar ekkert sens. Sko ég ber ekkert sérstaklega virðingu fyrir þessari skoðunni að þið finnist fólk sem lendir í kulnun aumingjar. En mér finnst að þurfum að tala að virðingu þetta, vegna þess að þetta er til. Þetta er. Þó að þú í flestu tilfellum þetta ekki kulnun, já. Helmingur náði ekki að uppfylla 6,1%. Já, það getur verið eitthvað annað, skilurðu. En þú ert basically að segja að þetta fólk gæti verið að ljúga og mér finnst það assumption að... Ég held að í kulnunar tilvikum, og ég hef bara verið að fylgjast með þessu sjálfur, að í langflestum tilvikum að þá er fólk að ljúga, já. Ég held að það sé málið. Og... Já, það sé ég ber enga virðingu fyrir þeirri skoðun. Lestu þessa bókið aftur. Páll Skúlason, þvílíkur toppmaður. Nei. En ég veit alveg, þú veist, og svo ég er alveg til að skipta skoðan á þessu, sko. Já. Mér þykir ekki vænt skoðanir mínar. En ég held aftur á móti að kulnun verði eitthvað sem að við horfum tilbaka og hugsa hvað vorum við eiginlega að hugsa. Já. En það kemur í ljós og ég veit að þetta er ekkert vinsæl skoðun. Nei, þú ert klár í þær. Ég er ekkert að sagja mig vinsældir. Það verður að rugga bátnum. En þú ert að sagja mig vinsældir og ég óska innilega að þið gangi bara vel með það. Takk fyrir það. Takk aðeinslega fyrir að koma og þangað til næst. Takk.